Við erum hérna í fyrsta tíma í vefforritun 1, haustið 2024 og þessi fyrirlestur er kynning á áfanganum. En ég heiti Ólafur Sverrir Kjartansson og er eiginlega alltaf bara kallaður Óli, þannig að þið megið bara kalla mig Óla. Og ég er búinn að vera að kenna vefforritun hérna við HÍ síðan 2013, ég tók 1 ár í pásu, þannig að þetta er 11. árið síðan og 10. árið sem ég kenni. Ég er búinn að vera að gera eitthvað á vefnum síðan 97 og búinn að vinna við það síðan ég var að útskrifast þarna í kringu 2006. Byrjaði ég fékk mér mína fyrstu vinnu en útskrifaðist þetta frá HÍ í hugbúnaðarverkfræði árið 2007. Í dag er ég að vinna hjá fyrirtæki sem heitir Hugsmiðjan og er tæknistjóri þar og sé alls konar verkefni tengt vefforritun. Mestmegnis í því sem verið að nota hérna heima, sem svona React, sem á vefnum, en líka í ýmsu öðru. Og það samt eitthvað sem við tökum ekki alveg í þessum áfanga í vefforritun 1, heldur ætlum við hérna að læra HTML, CSS og JavaScript, sem grunnurinn á öllu því sem við gerum á vefnum. En nánar það seinna. En þið? Í gegnum árin hef ég spurt og það er yfirleitt þannig að það eru einhverjir sem hafa unnið við þetta eða jafnvel lært þetta að einhverju leyti og svona, en flest ykkar eru að byrja í ykkar vefforritunar vegferð og ykkar jafnvel forritunar vegferð, þannig að það er bara mjög gaman. Og ég og dæmendumkennararnir gerum ekki ráð fyrir því að þið kunnið neitt. Þannig að ef þið ykkur líður eins og þið séu að gera eitthvað og þið eru algjörlega bara eitthvað týnd, að þá bara biðja ykkur endilega að láta vita og spurja og leita til mín eða leita til dæmendumkennarana, að þetta er ekki þannig að þið eigið að kunna eitthvað þegar þið setjast niður hér. Þannig að það er það sem við munum gera fyrstu vikurnar, er að fara bara mjög grúndýrt yfir það sem við erum að fara að nota. Þetta er ekkert eitthvað sérstaklega flókin verkfæri, en það er allt svolítið flókið þegar maður er að nota í fyrsta skipti. Þannig að reyna að hafa það í huga. Það eru bókstaflega engar spurningar, heimskulegar spurningar þegar þið eru að byrja ykkur svona nýju, af því að þetta er flókið dæmi. En svona, ef þið réttið upp hönd, hversu mörg ykkar hafa skrifað HTML? Ok. En CSS? JavaScript? Ok. Og hversu mörg ykkar hafa unnið við eitthvað tengt vefsíðugerð, vefforritun? Ok. Þannig að þetta er mjög dæmigert fyrir það sem ég hef áður séð. Þannig að þið ykkar sem hafi reynslu, þið bara verðið svolítið að finna ykkar takt í þessu. En bara vitið það að við erum að byrja þetta frá grunni og við erum að byggja þetta sem bara mjög góðan grunn og ofan á það setjum við HTML, síðan CSS og að lokum JavaScript. Þannig að ef ykkur líður eins og þið bara vitið alveg hvað við erum að tala þá getið þið bara sleppt. Kannski farið bara hratt í gegnum það. Skannaði efnið. En biðja ykkur samt að gera það af því að ég veit ekki alveg hvað þið lærðuð, af því að það er hægt að læra marga ósiði þegar kemur að því að skrifa HTML, CSS og JavaScript. Ég er aðeins öðruvísi en aðrir dæmendumkennarar að ég geymi allt mitt efni inn á GitHub, ekki inn á Canvas. Þannig að það er slóð sem ég vísaði í póstunum sem ég sendi ykkur fyrst og er líka í námsáætluninni inn á Canvas og við ætlum að skoða það aðeins bara betur á eftir. Og þar inni er allt námsefni, það eru vikublöð og öll verkefni sem við erum að fara að leysa. Samskipti eru samt þannig að ég nýti þá kanala sem að háskólinn notar og ég nota Canvas og ég læt ykkur vita af öllu því sem þið þurfið að vita á Canvas. Og það er hvenær verkefni eru sett fyrir, hvenær einhverjar breytingar eru á fyrirlesturum, hvenær þið þurfið að gera eitthvað. Þannig að ef þið eingöngu fylgist með á Canvas, þá eru þið góð. Þið getið gert meira, en það er algjört lágmark að þið fylgist með þar. Þið getið líka fylgst með á GitHub og séð þegar ég er að gera einhverjar breytingar þar, eða á YouTube, þar sem ég set inn efni mitt, þannig að ég seti þetta ekki inn á Canvas eða inn á þetta sem að háskólinn er með. Ég nota ekki þessar kamerur, ég nota bara það sem ég tek upp í tölvunni minni. Ég hef gert það í mörg ár og ég bara hreinlega nenni ekki að læra á hinn kerfin og mér finnst bara miklu betra að hafa þetta bara þarna opið og þetta er bara eitthvað sem ég veit og þetta bara virkar og þetta er bara fullt af góðu. Þið getur bara nota YouTube appið í símanum eða spjaldtölunum eða tölunum og þetta er bara mjög fínt. Og svo á Slack.
En Slack svona samskipta og samstarfstól sem mjög svipað á Discord að því leyti að þið skráðu ykkur inn á svona vinnusvæði og þar inni eru rásir og þar inni getið þið þið getið spurt á rásinni, þið getið spurt í direct message eða DM eða spurt beint mig, dæmitímakennarana, aðra nemendur og ólíkt Discord samt þá þurfum við að fara inn á hverja rás fyrir sig. Og þetta ekki þannig að þið fáið okkur invite, þið farið bara inn á þess slóð og notið HÍ netfangið ykkar sem það er bara leyft öll HÍ netfang með að skrá sig og þá komið inn, ef þið eru að skrá okkur í fyrsta skipti þá munið detta sjálfkrafa inn á viðeigandi rásir en ef þið hafið einhvern tímann tekið vegforritun áður þá getið þið þurft að finna rásirnar og skrá okkur inn þar eða ef einhvern tímann skráð okkur inn á þetta Slack áður. Það er ekki krafa að nota þetta. Þið getið alveg farið gegnum allt námskeiðið án þess að nokkurn tímann opna þetta. En kosturinn við þetta að við erum með rásir bæði fyrir fyrirlestraefnið og varðandi fyrirlestra og efnið og síðan fyrir verkefnin. Þannig að fyrir skil á verkefni þá langbest að fá aðstoð þar. Af því þar eru aðrir nemendur, dæmitímakennararnir og ég að fylgjast með. Þið getið líka auðvitað alltaf sendt mér tölvupóst eða náð mér hérna, nema þá getur bara tíminn sem þið tekur ykkur að fá svar verið lengri en annars. Og þið gætu hugsanlega fengið svar frá öðrum nemendum eða frá dæmitímakennara. Og aðrir nemendur sjá spurninguna og segja kannski, já, heyrðu, þetta einmitt það sem ég var að díla við. Og þau hjálpið þannig öllum að þetta verður svona mjög heilstætt og gott samfélag sem við getum myndað hana. Já, þannig að það er mjög fínt. Og svo hefur oft komið spurningin, eða ekkert oft, hún hefur komið, af hverju ertu að vera með þetta vesen, af hverju notar ekki bara það sem að háskólinn notar. Og það er náttúrulega búið að vera mikil bæting seinustu ár. Þegar ég byrjaði að kenna þá var eiginlega ekkert nema bara ugla og þú ert bara að redda þér. En GitHub mikið notað í atvinnulífinu, í open source vinnu og jafnvel í háskólastarfi. Það er þannig að ef þið haldið áfram og að gefa út einhvern hugbúnað þá mjög líklegt að þið munið nota GitHub annarkvort til þess að gefa hann út eða til þess að nota einhverja ákveðna pakka eða til þess að finna einhver gagnasett eða eitthvað svoleiðis. Og ef þið farið að vinna þá eru mjög mikla líkur á að vinnustæðurinn ykkar muni nota GitHub til þess að geyma allan kóða og við eftir að, þið ekki að vita, nú er ég aðeins að gleyma mér hérna, þið ekki að vita hvað GitHub er, við förum yfir það betur seinna. En þetta er staður þar sem hægt að setja inn kóða og ræða kóða og vinna saman með kóða og deila kóða og gera alls konar. Þannig að þetta er eitt af bara svona verkfærunum í verkfæratöskun okkar. Og mín skoðun er bara því fyrr sem þið kynnist þessu, jafnvel bara frá fyrsta degi, er betra. Af því þá bara verður þetta eitthvað sem þið þekkið og þetta er ekki eitthvað sem kemur hérna inn seint í náminu og þið eru bara eitthvað, vá, það hefur verið frábært að geta notað þetta allan tíman, af því að þetta er gott tól. Og svo er Slack mikið notað í atvinnulífinu og það er líka bara aftur eitthvað sem ég er búinn að nota í fjöldamörg ár og nenni ekki að breyta til. Eða, já, ég er alltaf gamall til þess. Anyone here that doesn't speak English as a first language? Allavega, I will teach this course totally in Icelandic if anybody is listening to this. And all the material is in Icelandic, but if I get at least one request to have the final exam in English, it will be both in Icelandic and English. It has been that way for the last few years, and I foresee it being that way this year as well. But if you run into any problems, you can always contact me and we'll figure it out. Okay. Stoppa aðeins einhverjar spurningar, það sem komið er. Ok, þá höldum við áfram. En við erum sem sagt á mánudögum hérna í Öskju í stofu N132 og þetta er ágæt stofa, hún er ekki frábæra þegar það er ekki hægt að opna glugga, þannig að það verður loftlaust hérna. Þannig að ég ætla að reyna að muna að stoppa þegar það er komið að pásu, svo við getum farið og opna hurðina og aðeins andað. Ég er satt líka í fullri vinnu, þess vegna er þetta svona svolítið seint á daginn. En aftur, ég tek þetta allt upp, þannig að þið getið alltaf farið. Ef þið getið bara verið hérna til 4,
Þá getið þið alveg staðið upp og farið og ég verð ekki sár. Svo getið þið bara séð og fylgst með heima. Þannig að ég reyni að hafa þetta eins svona þægilegt og ég get. Við erum með námsefni sem að ég er búin að vera að byggja upp núna seinustu ár og ég legg það fyrir viku en reyni alltaf að vera með það tilbúið vikunni áður. Þannig að til dæmis í gær setti ég námsefni fyrir næstu viku. Þannig að núna liggja fyrir öll þau gögn sem þið þurfið námsefnislega séð fyrir fyrstu 2 vikurnar nema það er ekki komið verkefni 2. Ég klára að setja það inn núna í vikunni og það verður komið í framhaldi af verkefni 1. Þannig að það verður, ég legg það fyrir í næstu viku, þannig að það verður þannig að námsefnið er vikunum sem við erum í, verkefni sem tekur á því er cirka viku og eftir. Þannig að þetta verður svona smá stakkart, það er svona smá bil á þessu og þetta er ákveðin taktur sem að við komumst inn í. En ég er bæði að nota námsefni og fyrirlestra sem ég tók upp 2001, þannig að ég sé ekki að gera eins og ég er að gera núna. Að vera með glærur og segja og halda einhverjar einræður í 3 kennslustundir. Þannig að við förum miklu frekar í bara dæmi, umræður, spurningar og bara skoða námsefnið og gera það sem að okkur dettur í hug sem tengist því sem við erum að gera. Þannig að félagsfundir eru, ef við erum langar bara að vita eitthvað eitthvað, er að lenda í einhverjum ákveðnum vandræðum, þá getið alveg borið það borð hér og við finnum út úr því saman. Eða þá að ég er bara með eitthvað svona ákveðið sem ég ætla að fara yfir, tengt verkefnunum yfirleitt og við bara förum í gegnum það saman og þau getið spurt spurninga og við förum svona út kvippin og kvappinn þó svo að við séum alltaf með ákveðin slóða framöndan sem við erum að fara eftir. Og eins og ég sagði áðan, ég tek þetta allt upp. Þetta hefur ekki klikkað í langan tíma og vonum að það gerir það bara ekki. Dæmatímarnir, aftur, það eru engin dæmatímar í þessari viku, þeir eru ekki í töflunni eins og ég ætla að komast að því eftir af hverju það er. En svo verður hópaskipting og upplýsingar verða á Canvas eða á Uglu og þið munum fá þetta verður tilbúið í þessari viku. Núna það er alltaf fyrsta vikan er alltaf svolítið kaotísk. Það er verið að finna dæmatímakennarana og raða þessu öllu upp og allir að byrja og þetta er svona stöðulæti. Síðan er ég komin líklegast með 4 dæmatímakennara, þetta verður 4 hópar, ég verður cirka 30 í hóp og fáið upplýsingur það hvenær ykkar dæmatími er. En þó svo að þið fáið úthlutaðan ákveðin dæmatíma, þá getið þið mætt í aðra dæmatíma líka. Þetta er eingöngu til þess að passa upp og það sé ekki bara allir að mæta hjá einu dæmatímakennara og enginn á næsta. Þannig þetta er svona ákveðið svona jöfnun á milli þeirra og þó að þið séuð í dæmatíma hjá kennara A, þá getur vel verið að kennari B fari verkefnin ykkar. Af því að það er síðan önnur. Þar notum við bara stafrófsröð til þess að skipta á milli og það fer allt eftir í hversu mörg ykkar skila verkefnunum, hver fer yfir. Þannig að við erum að passa bara upp á vinnuálag hjá dæmatímakennarunum af því að þau eru oft á tíðum annarkvort nýútskrifaðir nemendur sem eru að fóta sig jafnvel í nýrri vinnu eða nemendur á öðru eða yfirleitt 3. ári. Þannig að hvet ykkur líka til að mæta dæmatímana og kynnast dæmatímakennarunum ykkar og spyrja út í allt sem tengist vefforritun eða tölvunarfræði eða bara lífinu. Af því að þau eru hokin af reynslu eftir að hafa gengið í gegnum það sem þið eru að byrja að gangi í gegnum. Verkefnin, ég reyna að taka verkefni sem ég hef verið að vinna í seinustu ár og ég sé að það er bara svo mjög almenn og sjóða þau niður í eitthvað sem er mjög svona einfaldað en samt með eitthvað ákveðið point sem að skiptir máli. Og þau geta verið tímafrek, en þetta er hjartað í þessum kúrs er að vinna verkefnin. Þið lærið þetta ekki með því að lesa eitthvað í bók, þið lærið þetta með því að setjast niður og forrita þessi dæmi og fara í gegnum þetta og hugsa ykkur í gegnum þetta. Þetta eru ekki verkefni eins og þið fáið í mörgum öðrum kúrsum þar sem er skrifaði fall sem tekur inn A og skilar B. Þetta eru verkefni sem eru miklu svona heildstæðari. þar sem að þið getið jafnvel komið með ykkar take á það hvað þið eru að gera. Þið getið sett inn ykkar efni, þið getið sett ykkar spinn á þetta og þið getið aðeins hugsa út fyrir. En það getur líka verið erfitt að vinna verkefni þar sem að það er bara gerð svona og þetta á að vera sirka eins og það sem lítur út af þessari hérna mynd eða eftir þessum hérna hönnunarskilum. En það er það sem að forritun oft er, þetta er kreatív vinna.
þið eruð ekki eitthvað verkfæri sem að tekur eitthvað inn og skilar út einhverjum forritskóða, þið eruð þáttakendur í því að búa til verkefni sem þið takið þátt í. Og þannig að þetta getur líka verið breyting fyrir ykkur, að þetta ekki bara einhver heimadæmi þar sem bara eitthvað, það eitt rétt svar. Svarið bara á einhverju spektrumi og það bara fer eftir í hvað ykkur finnst, og það gæti verið að það sé einhver munur á því hvað mér finnst og ykkur finnst og dæmatímakennarinn finnst, og þá getum við lent í einhverju svona að það sé eitthvað. Og ykkur getur fundist þetta bara vera mikið eða erfitt eða bara tímafrekt, en það alltaf betra að byrja sem fyrst, komast að því hvað einfalt, hvað flókið, mæti dæmatíma, mæti fyrirlestra, spyrja, fá aðstoð og komast hægt og rólega í gegnum þetta. Af því að, það erfitt að alltaf bara setjast niður og horfa á þetta og svo bara eitthvað, ég ætla að hugsa mig í gegnum þetta. Það hægt, en það rosalega, getur verið erfitt. Og þetta eru 12 verkefni í heldina, þannig að þetta alveg keisla. Það eru 10 smærri verkefni sem eru lögð fyrir bara fyrsta verkefni í dag og svo bara 1 verkefni á viku næstu 10 vikur. Og svo eru 2 hópverkefni sem að vera lögð fyrir eftir cirka mánuð og svo eftir cirka 2 mánuði. Og þau eru hugsuð bara svona eins og þið væruð að vinna, svona eins og 3 svona stærra en þetta smærra verkefni, eftir þið eru að vinna saman 3-4 í hóp. Þannig að ég bara mun setja fyrir fyrsta verkefni í dag, á mánudögum, og svo fáið þið alla vikuna, mestmegnis næstu viku og skilið síðan á 50 vikuna eftir. Þannig að þið fáið alveg góðan tíma til að vinna þetta, en þetta bætist á og þið eruð í öðrum kúrsum og þetta verður tímastjórnun lykill að því að ganga vel í háskólanámi. Og þetta þá þannig að þið fáið ykkar dæmatíma og getið mætti þá og fengið aðstoð þar áður en skilið. Þannig að þið hafið alla dæmatímana og svo heilan dag og svo skilið kvöldið það. Svo má alltaf díla ef það eitthvað vesen, það miðmissiris, próf eða það eitthvað að vera, getum alltaf talað að færa þetta, nema bara ef við færum deadlineið, þá bara erum við að búa til annan deadline í einhvern öðrum tíma og allir hlutinni fara einhvern veginn að blanda saman og þeir að vinna í 2 verkefni í einu og svona. 8 bestu af þessum gilda 5% hvert, þannig að 40% af einhverjunni úr þessum litlu verkefnum. Þannig að þið hafið 2 þarna upp á að hlaupa sem þið getið sleppt eða skilað öllum og 2 slökustu detta út. Þið megið ræða saman og vinna þetta í hóp, en ég bið ykkur að skrifa ykkar eigin lausn. Þannig að þið getið komist að einhverju saman og svo skrifið það út frá því sem þið lærið saman. Ekki bara láta einhvern eitt skrifa, senda ykkur það og þið pistið því bara inn og segið frábært og skilið. Af því að ef þið gerir það, þá gerir bæði ykkur og þeim nemendum sem var að gera þetta óleik, af því að ef dæmatímakennararnir sjá verkefni sem eru eins eða mjög eins, þá það ekki í lagi og það í raun eitthvað sem verður tekið fyrir. Og ef þið fáið líka mikla utanaðkomandi aðstoð, einhver í fjölskyldunni að vinna við þetta eða einhver, og það svona, þið eru allt í einu að skrifa kannski mjög svona, kannski meira þroskaðan kóða eða eitthvað sem svona skrítið miða við, með endilega verkja það svo að sé aftur að ekki að klingi einhverjum svona, það eitthvað skrítið í gangi bjöllum hérna. Í hópverkefnum þá eru 2 þannig, 10% hvort, og þið vinnið þessu 2-3, jafnvel 3-4, það alveg hægt bara að tala um það. Og það aðalega bara þetta, allir elskar náttúrulega hópverkefni í skóla, en hugbúnaðargerð er eiginlega aldrei einstaklingsvinna. Það eru örfáir forritarar sem eru nógu góðir til að geta bara gert þetta allt sjálfur. Og þá ætlum við að nota þessi tól eins og GitHub til þess að emulera, að svona líka eftir því hvernig þetta fer allt fram í raunveruleikunum þegar þið síðan farið að vinna við forritun. Og þar ætlum við að nota þetta Git og GitHub. Og Git svona version control eða svona skjalastjórnunar, ekki skjalastjórnunar, alltaf version control kerfi, og GitHub svona viðmót ofan á það, en nánar það seinna. Og þau verður sett fyrir lok september og það verður skalanlegur vefur, vefur sem mun virka bæði í litlum tækjum upp í stærri tæki, og síðan seinna í lok október þar sem við verðum með skalanlegan vef með einhverjar JavaScript virkni. Þannig að það verður bara svona fullmótaður vefur eftir einhverjar forskrift. Og þau skilast bæði cirka mánuði seinna.
Þið skilið verkefnum í gegnum Canvas og fáið einkunnina í gegnum Canvas og leiðbeiningarnar eru fyrir hvert verkefni. Þó svo að þið hafi skilað á einn máta fyrir þetta verkefni það ekki gefið það sé eins fyrir næsta verkefni. Þannig að lesið alla lýsinguna á verkefninu og sérstaklega skilin, hvernig þið að gera það, af því að þau munu breytast yfir tíman, yfir því að vera, og endilega líka skila öllu því sem beðið en auðvitað kemur það fyrir að þið gleymið einhverju. Það enginn að fara yfir skilin ykkar fyrir en það bara sest niður dæmitímakennari til þess að fara yfir. Þannig að það enginn sem passar upp á að þið skilið öllu. Þannig að það getur verið að þið skilið á 5. degi, það verður byrjað að fara yfir það á 3. deginum í næstu viku. Þið eruð neðarlega í röðinni og þá fáið þið ekki feedback á það að það vanti eitthvað fyrir kannski 10 dögum seinna. Þannig að þá verður þið líka að fylgjast með því að þegar að það búið að skila einkunn, að þið fenguð einkunn. Eða ef að dæmitímakennarinn sagði hey, það vantar þetta eða þetta ekki lengur aðgengilegt eða eitthvað, þá fáið þið athugasemdir skilin inn á Canvas og ef það kemur upp, að senda þá á viðkomandi dæmitímakennara og segja hey, úps, ég gleymdi þessu eða þetta klikkaði, hér þetta og þá fáið þið endur yfirferð. Og sama ef að þið fáið athugasemdir við yfirferðina eða fáið einkunn sem þið ekki sátt við, að byrjið þá á því að tala við dæmitímakennarann sem fór yfir verkefnið ykkar og reyna að leysa með þeim. Það langt best að byrja þar. Af því að ef þið sendið á mig og segir, heyrðu, ég fekk einhver sem mér finnst ósanngjörn, þá það fyrsta sem ég mun segja, já, ok, það leiðilegt að heyra, tala við dæmitímakennarann og reynda að fá nánari útskýringu á því hvað það var og hvar þetta ójafnvægi í því hvað þið skilduð að þið ættuð að vera að gera og hvað dæmitímakennarinn var að fara yfir og reyna að finna út úr því. Í langflestum tilfellum getum við þá leysist þetta bara mjög farsællega og ég þarf ekkert að stíga inn í. Ef að þið finnið ekki lausn eftir að tala dæmitímakennarann, þá auðvitað getið þið leitað til mín og ég mun þá koma að vera svona sáttasemjari ykkur á milli og við finnum út úr því hvað það er. Það mjög sjaldan sem að það kemur upp og dæmitímakennarnir eru mjög skilningsríkir og þau vita að þið eru á fyrsta ári og það getur alls konar komið upp, þannig að þetta byrja þar. Það ekkert miðmissuruspróf í áfanganum. Við keyrum þetta bara áfram á verkefnum. Lokaprófið verður heimapróf á Inspera og ef þið hefði ekki notað Inspera þá það bara svona þið opnið vef og þið fyllið inn prófið. Þetta ekki próf sem að krefst þess að þið séu með eitthvað spyware settu upp. Þið bara opnið Inspera og bara keyrið prófið í vafra. Það verður samt þannig að það ákveðið traust sem við munum fara yfir þegar nær dregur að ég gerir ráð fyrir því að þið notið engin hjálpagögn og þið lesið spurningarnar og þið fá ekki utanaðkomandi hjálp og þá á móti kemur að ég sem próf sem með það að markmiði að vera sanngjarnt og að prófa úr því sem við höfum verið að fara yfir og ekki að vera að setja fyrir einhverjar ósanngjarnar spurningar eða neitt svoleiðis og þetta ekki þannig að þið þurfa að leggja á minnið. Þetta að vera að prófa skilning og því sem við höfum verið að vinna í haust. Þetta ekki ég að reyna að trikka ykkur eða gera neitt. Ég reyni alltaf að vera með mjög sanngjarnt og gott próf. En þið getið séð þau alveg aftur til 2013 inn á Uglu, þá farið þið undir verkfæri og í prófasafn og það getið bara séð prófin. Það getið bara byrjað að skoða strax og séð aðeins hvað að vera þarna. Það mun vera mjög svipað. En svo bara þegar próftaflan kemur, þá munum við ræða aðeins hvenær það verður og svona nánar. Og síðan bara í seinustu 2 vikunum, þegar við förum í upprifin og svo bara lokaprófið, þá förum við bara yfir gömul lokapróf og það verður opið fyrir ykkur að spyrja spurninga og allt svona. Þannig að þá gildir verkefnahlutin 60%, minni verkefnin og stærri verkefnin og svo gildir lokaprófið 40%. En þið verðið að ná báðum hlutum með lágmarkseinkunn 5. Og ef þið eru einhvers staðar þarna á mörkunum, klassíska 4,5 spurningin, þá munum við alltaf hnika ykkur í rétta 8 að 5-unni ef það er möguleiki. Og ef þið lendið í einhverjum vandræðum, þið dettið út, þið náðu ekki að skilja verkefnum, þið eru í einhverjum vandræðum og þið bara rankið við ykkur og það allt í einu komið, lok október og það bara próf eftir nokkra vikur, heyrið í mér. Ekki gera það daginn fyrir próf,
ekki gera það daginn eftir próf. Af því það miklu auðveldara að bregðast við svona hlutum þegar það smá rými til þess að gera einhver aukaverkefni eða gera eitthvað í staðinn fyrir að koma eftir á. Og ég veit að það getur margt komið upp og það getur verið erfitt að leita sér aðstoðar, en þið getur alltaf leita til mín og ef þið eruð einhverjum öðrum þá getur alltaf leita til námsráðgjafana hérna í háskólanum eða til deildarinnar, þú veist, bara einhvers, finnið einhvern til þess að hjálpa ykkur ef þið lendið í einhverjum vandræðum. Það engin skyldumæting og það tæknilega hægt með þessu hérna því að ég tek allt upp og allt námsefni aðgengilegt að taka áfangan í fjarnámi nema þá missið helst af dæmatímanum, en ef að þið treystið ykkur til þess og nýtið það sem þú veist, Slack og að hafa samband og svona, þá getið þið bara tekið hann að öllu leyti í fjarnámi. Þið eru fullari fólk og þið bara gera það sem þið viljið gera. Ok, þannig að þetta svona öll praktikinn á cirka 25 mínútum. Einhverjar spurningar? Þá ætlum ég bara að taka núna svona korter áður en við tökum fyrstu pásu og fara bara yfir námsefni sem við erum að fara yfir. Þetta mestmegnis það sem nú þegar inn á kennsluskráni. Og svo ætlum við að taka pásu og svo ætlum við bara að byrja þess að skoða námsefni og fikta og sjá hvað fyrsta verkefnið snýst um. En við erum sem sagt að fara að læra að búa til vefi með áherslu á framenda og framendi það sem við sjáum í Vafra. Til dæmis hérna ég að birta þetta í Vafra sem heitir ARC og hann að nota eitthvað. Þetta hérna sem við sjáum sett upp með CSS. Efnið kóðað ákveðin hátt í HTML og það að ég geti gert svona til þess að láta þetta hérna fara fram og tilbaka forritað með JavaScript til þess að búa til svona interaction í vefinn. Við erum ekki að fara að læra að nota React eða nota Vue eða nota Svelte. Engin framework, við erum ekki að fara að læra að forrita bakenda sem þá vefþjónninn sem að keyrir einhvern forritskóða í bakenda. Við erum bara að fara að einblína þetta og þetta alveg feiki nóg fyrir einn áfanga. Ég haldi kannski HTML og CSS, ég læri þetta helgi, en þá læriði það alls ekki vel, þá læriði það bara illa. Þegar CSS orðið mjög þroskað og mjög gott ef þið hafið einhvern veginn snert á að hafa eitthvað. En það líka mjög öðruvísi við alla aðra forritun. Þegar ég túlka það sem forritunarmál, þetta svona constraint-based forritunarmál, þar sem við segjum ég vill að eitthvað hlutur líti ákveðið út og út frá þeim reglum sem eru skilgreindar í málinu, þá þeir teiknaðar á skjáinn. Og já, HTML líka færir rauk fyrir því að það sé forritunarmál, það sé erfiðara en það hægt. Og svo ætlum við líka að læra bara svona hvað eru staðlarnir, þú veist hvaða staðlar eru það sem stjórna því hvernig svona vefir virka og hvernig þeir eru settir upp og hvernig þeir eru smíðaðir. Hvaða venjur eru yfirleitt þegar það er verið að smíða vefi og hvað í raun að útbúa góða vefi. Og þú veist, það náttúrulega svolítið svona gildismat í því hvað gott og hvað slæmt, en ég ætla svona aðeins að beita mínu og því sem ég hef lært í gegnum árin. Síðan ætlum við líka að læra aðeins hönnun. Ég ætla að reyna að fá hérna félaga minn sem hönnuður til að koma og halda fyrirlestur það bara hvað að vera hönnuður, stafrænn hönnuður sem að bara hanna vefi og upp og alls konar. Og svo ætlum við að fá í raun í verkefnum hönnunarskjöl. Í svona fyrstu verkefnunum verður þetta mjög einföld hönnunarskjöl, þar sem þetta meira svona hér mynd, þið eru svona inspired af þessu, reynið að gera eitthvað sem svipar þessu. En í hópverkefnunum þá munið þið fá hönnunarskjöl. Þannig að við munum bara fá skjöl eins og þið væri að vinna sem vefforritari og þið fáið hönnun og þið að útfæra þessa hönnun. Og það mjög skemmtilegt og getur samt verið svona challenging að vinna með hönnum. Það getur verið svolítið erfiðir. Síðan ætlum við að læra að forrita í túlkaða forritunarmáli JavaScript og við ætlum að sjá hvernig við tengjum það við Vafra og hvaða tól og tæki við getum notað til þess að hjálpa okkur við þá vinnu, hvað það sem svona almennt í dag verið að nota og svona. Og við ætlum að læra þetta allt saman með því að vinna verkefni þar sem við erum bara að smíða vefi. Við erum bara að nota öll þessi tól, bara frá fyrsta degi. Hæfniviðmiðin, þið að geta þróað aðgengilega og merkingafræðilega góða vefi með HTML. Einhver orð hérna eftir að læra hvað þýða þegar kemur að því. Þið ætla að geta stýrt útliti vefs með CSS, kunna skila nýjustu straumum og stefnum í vefhönnun. Skilið og skrifað forrit sem nýta JavaScript til að auðga vefi og skilið mun á framenda, HTML, CSS og JavaScript og bakenda, það sem gerist á vefþjónunum
og hvernig samskiptum þar á milli háttað með HTTP. Við byrjum svo núna bara þessa viku og næstu og erum að fara yfir HTML, vefinn og vefforritun, hvað þetta hver grunnurinn að þessu öllu, hvernig þetta, hvað vafri og svona. Svo ætlum við að fara yfir hvað eru element í HTML, merkingafræði, aðgengismál, accessibility og SEO aðeins, sem Search Engine Optimization og svona challenge í því sem núna að gerast með breyttu landslagi. Síðan ætlum við að taka 4 vikur í CSS og við ætlum að læra bara allt það sem þarf til þess að læra, en þetta alls ekki nóg til þess að læra allt CSS. CSS bara að blómstra seinustu ár og bara seinustu mánuði. Það alltaf eitthvað nýtt að gerast. Það ótrúlega spennandi að vera vefforritur í dag, af því að það bara hægt að gera ótrúlega hluti bara með HTML og CSS. Þannig ég ætla bara að kenna ykkur grunninn og svo bara opna ég fyrir ykkur dyr og þið getur bara hlaupið þarna engið sem CSS Síðan ætlum við að taka 1 til 2 vikur þarna í árum fyrir JavaScript og læra á Command Line Interface Tool og Git. Þar að læra að setja upp svona ákveðin tól sem að hjálpa okkur við vinnuna, skipuleggjana, benda okkur á villur og svona, og að læra á Git. Og þar ætlum við að nota NPM og svo Git og GitHub. Síðan ætlum við að taka 5 vikur í JavaScript og þá þetta eftir það að þegar þið eru búin í tölvunarfræði 1 og búin að fara yfir svona grunnforritun þar í Java, að þá tökum við svona, hér forritun í JavaScript. Þetta byrjar á sömu 4 stöðunum en þetta mjög ólíkt. Þannig að ég svona reyni að benda ykkur á hvað öðruvísi, en þetta samt svona, ef þið píruð augun, þá lítur þetta mjög svipað út, en þetta mjög ólíkt. Og við ætlum bara að forrita alls konar og endum á því að byrja að tala við svona vefþjónustur og sækja gögn og búa til og gera eitthvað svona það sem að þið gætu farið eftir það og búi til bara svona frekar raunverulega verkefni, bara alveg raunverulega verkefni. Svo tökum við viku í samantekt, upprifun og upplýsingar fyrir lokapróf. Og hugsanlega auka vika þarna. Ég held að sé 1 vika núna þegar við byrjum aðeins seinna og þetta svona bara hvar lenda fyrirlestirnir. Þannig að getur verið sem 2 hérna í lokinu. En þetta eru 13 vikur af námsefni sem við förum yfir. Eins og ég sagði áðan, ég að nota efni í kennslubókum sem ég vísi í, ásamt upptökum og þið þurfið ekki, þetta mikið. Þetta námsefni þar sem ég geti lesið eitthvað í námsbók, þar sem ég búin að reyna að setja upp fyrir HTML og CSS í minni bók. Svo þetta önnur bók sem ég vísi í sem frí á netinu, svo þetta önnur bók Git. Síðan þetta glærupakkar og síðan þetta upptökur af mér að fara yfir þessa glærupakka á einhverjum tímapunkti og svo þetta fyrirlestrar og svo þetta verkefnavinna, þannig að þetta mikið. En þetta helst þannig að þið finnið ykkar takt, hvað það sem að make sense fyrir ykkur. Það bara að mæta í fyrirlestra, vinna verkefnin og fara síðan og finna einhver ákveðin hugtök og skoða þau nánar, eða finnst ykkur betra bara að horfa á fyrirlestrana á 2x og bara reyna að komast í gegnum þetta þannig, eða finnst ykkur betra að lesa og hafa hitt, þannig að þetta svona þið getið svona matreitt ykkar eigin leið í gegnum þetta. En það ekki, ráðlega ekki að reyna að taka þetta allt inn að öllu leyti. Það tekur mjög langan tíma. Þannig að þið þurfa að vera taktísk. Tímastjórnun. Þannig að við eigum tímanum okkar saman í að tala saman og fara yfir hlutina saman. Því að mér finnst rosalega, ég get tala svona endalaust. Ég get alveg bara verið hérna, þið mæti 2 tíma á viku og ég bara blaðra yfir ykkur. En ég held að það muni enginn fíla það. Þó ég geti það. Það þessar 3 bækur sem við munum vísa í. Ég svona búin að vera fyrktið senstu ár að taka eitthvað saman, svona námsefnið og setja upp í eitthvað. Ég uppfærði það svolítið vel í fyrra. Ég ekki búin að taka neitt sérstaklega vel í, ég ætla bara að láta það vera í ár og sjá hvað kemur. Svo bók sem heitir Eloquent JavaScript, sem þá JavaScript parturinn. Hún líka svolítið stór og ég mun vísa á kafla, og oft munum vísa á marga kafla. En það þá meira svona til stuðnings og þið getið svona skannað og svo náttúrulega bara hægt að fá fullt af upplýsingum á netinu og svo ProGit sem að fjallar bara hvernig Git og þau virkni í Git sem við ætlum að nýta okkur. En ég mun síðan taka þetta allt saman, skipta þessu niður í námsáætluninni og það bara fyrir hverja viku ákveðið vikublað sem bara hér námsefnið, hér eru fyrirlestrarnir eftir ég búin að upplata þeim eftir mánudagstímana. Hér eru verkefni sem þið ættu að vera að vinna, hér eru lykilhugtök sem þið ættu að þekkja eftir það að hafa farið í gegnum þessa viku og svo dæmi og tengt
námsefni og lesefni. Og þessi lykilhugtök er eitthvað sem ég byrjaði með í fyrra, þá var ég meira bara svona að reyna að tísa út eða svona taka út svona þess að eftir þessu viku ætti að þekkja þetta. Og þá svona, ef þeir eru komin í viku 3 og þeir eru bara eitthvað, þetta er eitthvað nýtt, þú veist, þá er það kannski feill hjá mér, en ég var svona að reyna að nota þess að checka mig af, að ég væri alltaf svona ekki að hendi einhverjum orðum sem hafa aldrei verið skilgreind og eitthvað sem kemur eitthvað mikið á óvart. Þannig að ég byrjaði að svona taka það upp úr efninu í fyrra, að nú er ég að bæta þessu ofan á það með því að hafa líka bara svona heildarskjal, þar sem að ég er að taka þessi lykilhugtök og setja svona einfalda skilgreiningar og vísa síðan á nánara efni, bæði hjá mér og svo bara á Wikipedia. Þegar Wikipedia er náttúrulega bara með skilgreiningar á þessu langflestu, þá getið þið týnt ykkur í einhverjum Wikipedia á hólum. Svo var ég með í fyrra líka svona stuttar, nafnlausar, það endur á því að vera ekkert það stuttar og það voru svolítið íþyngjandi held ég, þannig að það var alltaf svona svarhlutfallið svona fór hægt og rólega niður og svo fór það mjög hratt niður. Þannig að núna ætla ég kannski ekki að hafa það alveg vikulega, en samt að hafa þetta þannig að þið geti gefið mér nafnlaust feedback á það hvernig gengur og ef það er eitthvað sérstakt sem er og líka bara eitthvað svona hey, hvernig gengur ykkur almennt yfir og ef það er eitthvað svona einhver trendar sem við sjáum í því. Allt í einu bara gengur öllum mjög illa og þá er það ekki ykkur að kenna, þá er það yfirleitt mér að kenna eða þá er það alltaf mér að kenna. Af því að þú veist, þið eru bara nemendur, ég á að vera fullorðnasti aðilinn í þessu. Og þá hafið þið líka séns að skrifa bara eitthvað, heyrðu, þetta hann að fyrirlesturinn í gær, hann var alveg bara frekar, þú fórst alltaf hratt yfir þetta, þú veist, ég skil ekki neitt. Og þá get ég bara nýtt það til þess að fara betur yfir. Og þá þurfið þið heldur ekkert að koma fram undir nafni eða eitthvað að vera að segja hérna eitthvað, hei, ég skil ekki neitt. Að það getur oft verið erfitt. Þið getur líka að skoða allt námsefni fyrir þetta verkefni, fyrir þennan kúrs seinustu 4 ár. Og það er rosalega keimlíkt. Ég er alltaf að betur bæta þetta eitthvað svona og ég svona reyna að gera þetta kannski svona alltaf 5% betra ár fyrir ár. Og þá náttúrulega getið reiknað hversu miklu betra þetta er en námskeiðið sem var kennt 2013. Það er alveg svona exponentially betra. En þið getið samt séð alveg svona hvað er framöndan. Og þið getið líka séð verkefni frá því í fyrra, hitt í fyrra eða allt til 2020, það er líka 2018 hana, og séð hvernig þetta er leyst. Þegar sýnilausnir eru þarna, það getur oft verið hjálplegar. Og síðan, þegar þið farið að vinna í þessu, ekki vera hrædd við að leita ykkur hjálpar, hvort sem það er við mig, dæmitíma eða aðra nemendur. Og þið hafið marga kanala til þess og þið náttúrulega reynið þetta sjálf, en ekki, það er alltaf að leiðilegsta sem ég fæ eða svona það er svo sorglegt stundum að fá eitthvað hérna, herri, ég er bara búinn að vera að brasa í þessu og ég veit ekki neitt, ég er búinn að vera bara 3 daga og ég bara veit ekki neitt. Það er bara eitthvað, já, það vantar semikomið þarna, eitthvað svona, þú veist, þið þurfið aðeins að spóla í hjólförunum, en ekki í marga daga, ekki í marga klukkutíma. En samt, þú veist, þið þurfið að gera það smá, af því að þú veist, það er mjög frústrerandi að vera forritari. Eina mínútuna líður okkur eins og við vitum ekki neitt og aðra mínútuna líður okkur eins og við séum bara guðlegar verur þar sem ekkert getur stoppað okkur. Og þið farið allan tilfinningaskalan í forritun. Þess vegna þetta bæði svona skemmtilegt og líka svolítið svona erfitt. Þetta er svona, já. Og líka bara ef það er eitthvað sem mætti betur fara, þá getið þið látið mig vita. Því ég vil alltaf bara bæta þessu. 5% betri hvert ár. Ef þið sendið mér eitthvað, hvort sem er á Slack eða í tölvupósti eða segið eitthvað við mig hérna og ég segi já, ég skal skoða þetta og láta, og ef það kemur ekki, þá er það ég að gleyma mér. Það er ekki ég að hunsa ykkur. Þannig að það bara ef þið minnið á hérna, hei, þú ætlaðir að fara yfir þetta, þú ætlaðir að tjekka þessu og þá bara, það er ekkert að því. Ég reyna að muna allt það sem ég er með bók hérna, ég reyna að skrifa allt niður svo ég gleymi ekki, en það getur alveg eitthvað dottið á milli. Og ég er hérna til að hjálpa ykkur. Og þegar þið farið að vinna þetta og farið að leita ykkur að einhverjum hjálp, þá er þess að MDN sem við munum skoða og Stack Overflow, þar sem verður yfirleitt einhverjum svona svör við ákveðnum spurningum og við munum reyna að finna og fara yfir hvernig það er, þú veist bara, að þegar þetta er oft bara að vera forritari, er að fara að googla eitthvað, bara eitthvað, hvað er óskapunum með þetta. Þið munum oft á tíðum fá þetta W3 Schools upp, það er allt í lagi, það er ekki frábært resource, frábært efni þar, það er oft svolítið svona yfirborðskennt og bara hafa það í huga. Oft getið satt bara MDN með leitarniðurstöðunum eitthvað, þá finnið þið eitthvað. Og síðan
ef þið ætla að nota eitthvað eins og eitthvað svona stór mállíkon eins og Claude frá Google eða ChatGPT frá OpenAI, þá það fínt. Þetta bara nýtt verkfæri, en við erum ennþá svolítið að læra á þetta og þið getið notað þetta til að aðstoða ykkur, þið getið notað þetta til að láta skrifa heilu verkefninu fyrir ykkur, en þið munið ekki læra efnið af því. Það er miklu betra að nota þetta sem aðstoð og ég mun aðeins reyna að sýna ykkur og ég mun reyna aðeins bara svona inkorporera, að setja þetta inn í það sem ég að nota. En ef að þið, muniði að þetta er líkan, þetta er ekki greind. Þetta er bara tölfræðileg líkur á því hvert er næsta orðið út frá því sem þið eru búin að gefa, út frá billjónum af gögnum. Þetta getur hljómað stundum eins og einhverju galdrar, þetta er ekki galdrar, þetta er bara stærðfræði og forritun og þetta er alls ekki alltaf sannleikur. Og svo oft er þetta sett upp að þetta er náttúrulega forritað af Ameríkunum, þá er þetta sett fram eins og þetta sé bara eitthvað svona sure upphrópunarmerki og svo kemur eitthvað sem hljómar ótrúlega vel en er bara einhver vitleysa. Og það er oft erfitt að sjá eitthvað svona og svo kem ég að segja nei, þetta er bara ekki rétt. Þetta er bara hljómar eins og þetta sé bara sannleikur. En það er mjög auðvelt að láta glepjast af þessu. Sérstaklega þegar maður er að byrja. Þá bara sér maður eitthvað og það virkar, en það er kannski ekkert besta leiðin að þessu eða réttasta leiðin eða aðgengilegasta leiðin eða performant leiðin. Það eru, þannig að allt í góð að nota þetta, en bara með svona gagnrýnu hugafæri. Og HÍ er satt með vef það hvernig ég er að nota þetta og ef þið notið þetta og lendið ykkur og þið eru bara ykkur bölvandræðum og þið fáið bara eitthvað eitt fall af JavaScripti eða þið fáið bara eitthvað blokk af CSS sem bara virkar, þið skiljið ekki af hverju og þið bara eitthvað, ég vil bara skilja þessu verkefni og bara segja hey, ég fekk þetta þaðan. Þegar oft er þetta svolítið skrítið, þetta getur verið svolítið á skjön þegar maður veit svona hvað maður á að búast við og svo fær maður eitthvað þetta er skrítið. Og bara alveg svo að þið eru að fá aðstoð hjá einhverjum, eða þið fáið aðstoð hjá svona stórum mállíkani að láta vita. Herri, þá skulum við taka pásu.